Velkomin í 21. Ég hér með Þuríði Hörpu Sigurdóttur, formann Öryrkjabandalagsins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Mér langaði að ræða við þig þetta mál, þessa töf á greiðslum vegna búsetuskerðingar sem ríkið búið að vera núna, gera í næstu meir en 10 ár. Hvernig finnst þér þessi baráttu að vera búin að vera að taka sig? Ríkið búin að vera að sinna ykkur? Já, augljóslega hefur ríkið ekki verið að sinna okkur. Það er 10 ár síðan að við fyrst bentum á að þetta væri hlýtur að vera gert framkvæmt með ólögmætum hætti. Fólk var að fá mjög litla greiðslur sem við töldum að væri bara bryti bága við þau lög sem voru gildi og eru gildi. Þetta búið að taka, eins og sagðir, 10 ár og þetta búið að vera langt og strangt og sérstaklega undanfarið ár, allavega síðan ég kom að þessu, hefur þetta verið nánast upp á hvern dag. Þannig að okkur finnst að eftir álit umboðsmanns sem var núna í júní fyrir ári síðan, að þá hafi hlutirnir tekið alveg ótrúlega langan tíma. Það er ekki ennþá farið að greiða fólki rétt út og við gerðum þá kröfu að fólk byrjaði að fá rétta greiðslur í janúar og það hefur ekki orðið ennþá. Nú er samt byrjað settast að ákveðna aðgerða áætlun þar sem að hópnum sem telur yfir 1000 manns var skipt upp í 4 hópa og þeir eru held ég að þau eru að byrja að borga þessum kannski fyrsta hópi núna, eða allavega farnir að geta reikna þetta lút. Og það er einmitt búið að vera núna þá taka ár síðan að álit umboðsmanns Alþingis komið þetta? Já, þetta er búið að taka ár og síðan náttúrulega kom ráðuneytið inn í þetta í desember og það var ákveðið að þetta væri taka undir álit umboðsmanns. Og þannig að við töldum það náttúrulega að fólk færi að fá rétta greiðslur bara í janúar sem ekki varð og við leitum eftir svörum alveg ítrekkað af því okkur fannst þetta að ganga mjög hægt og lítil svör og engin svör og við fengum síðan svona patta því að þetta stranda allt hjá fjármálaráðuneytinu. Bjarni náttúrulega kom fram eins og við höfum séð og sagði það bara að það var ekkert strand þar, auðvitað bæri að borga samkvæmt lögum og það er bara auðvitað gert og ætti að gerast en síðan kemur það náttúrulega í ljós að það var samt flagga rauðu hjá fjármálaráðuneytinu. Já, við erum með gögn hérna undir höndum sem eru samskipti ráðuneytanna þetta mál og það virðist bara vera að það sem að ráðherrar segja standist ekki við það sem ráðuneytin séu að gera. Telur þetta séu eðlileg vinnubrögg gagnvart þessum hópi í samfélaginu? Nei, ég tel þetta bara, í besta falli er þetta ekki eðlilegt og í versta falli er þetta bara mjög vond vinnubrögg gagnvart þessum hópi sem hefur ábúðslega lítið mátt til andsvara. Og þetta er fólk sem náttúrulega býr við lægstu og kröppustu kjörin hérna á Íslandi og við höfum gagnvart það mjög lengi. Og þannig að mér finnst ef þetta hefur verið einhverjir valda meiri þá hefði kannski verið gripið til annarra aðgerða og mun hraðari afgreiðslu og í ljósi þess getur bara nefnt að mér finnst til dæmis að þeim allavega virðist varandi það er komið nýtt frumvarp fram og það er eiginlega alveg ótrúlega hvað þeim hefur tekist að vinna það hratt á skömmum tíma með hvað hefur tekið langan tíma að reyna að fá það í gegna að fólki sé borga rétt út. Já, nú er einmitt félagsmálaráðherra búin að setja nýtt drauga frumvarp í samráðsgáttina sem að þið hafið núna viku til þess að... Já, hún er liðin. Já, hún er liðin til þess að svara fyrir og komandi. Það er raun og veru bara lögleiðing á því sem umboðsmaður Alþingis sagði að væri ólöglegt. Já, þeir ætla að festa í sessi þá framkvæmd sem var og það þykir mér mjög gagnrýnivert, svo ekki sem er sagt vegna þess að þar erum við að bara sjá það að fólk sem samkvæmt gamla þessum útreikningi sem átti að vera framkvæmdur hefði átti að vera kannski með 240.000 krónur í heildarlaun frá TR að það fólk var að fá 36.000 krónur til dæmis
og nú snýrum við því við, þannig að það fólk fær þá þennan 240.000 krónur, en ríkið ætlaði að festa í sessi framkvæmdina eins og hún var framkvæmd ólöglega og þannig að snúa svo við þannig að þeir sem koma nýjir inn að þeir fá þá þessa 36.000 krónur í staðan fyrir 240 og þá veldi ég fyrir mig bara hvar lendir þetta fólk sem ekki dregur fram lífið á þessum greiðslum og getur ekki aflað sér neinna tekna þetta veikt og fatlað fólk sem að sannarlega eru íslenskir ríkisborgarar og bara hvað lendir það? Lendir það þá að sveitarfélögum? Er það sem ríkið ætlar til? Ég meina ef að ríkið ætlar að festa þessi framkvæmd sem gerir fólki algjörlega að öraugum þá hlýtur það að verða að skoða málið aðeins víðara og skoða bara hvar getum við híft þetta fólk upp þannig að hafi framfærslu sem að dugar því þetta að mínu vita algjört bara brota á mannréttindum fólks. Og þið hafi einmitt, eins og þú segir, staðið þessari baráttu 10 ár og hafi minnst á þetta fyrir 10 árum síðan að þetta hafi verið brot mögulegt. En nú ætlar ráðherra eingöngu að greiða samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum, hann ætlar að greiða eingöngu 4 ár aftur tilbaka. Já. Mér finnst náttúrulega bara eðlilegt að ríkið borgi þau 10 ár aftur tímann sem fólk hefur orðið fyrir svona ólögmætum greiðslum og það alveg með ólíkindum að ráðherra geti bara sagt ég borga bara það sem mér sýnist og eins og mér sýnist ég get allavega ekki ímynda mér það að við almennum borgarar við myndum geta bara sagt ég ætla bara að borga 4 ára skuldminni þó ég skuldi 10 ár sko. Við myndum aldrei komast upp með það þannig að mér finnst aldrei merkilegt að ríki ætla sér að fara þessa leið og þykir það bara að vera eðlilega framkvæmt. Að lokum finnst þér að ráðherra hafa bara brugðist þessum hóp? Það alveg klárt mál að ráðherrar þessar 10 ára sem að liðin eru, þeir hafa brugðist þessum hópi og það má þá allavega klappa honum Ásmundi Einar á öxlina fyrir það að hafa tekið þetta mál upp og hvað svo sem við getum sagt það sem nú að gerast það sem komið þetta nýtt frumvarp sem eigi að festa í þessi gömlu framkvæmdina eins og hún var framkvæmd ólöglega en hann allavega tók þetta upp og ég vona svo sannarlega að niðurstaðan á endanum verði á einhvern hátt réttmætari heldur hún virðist ætla að verða í dag. Þuríður, takk fyrir komuna. Takk.